stóra málið kannski Íslandsbanki, ríkið seldi eða gaf Íslandsbanka innan gæsalappa, seldi Íslandsbanka á hlut sinn á þarna 42,5% hlut, sem reynda var komin í 45%, þeir höfðu keypt bréf undan á 93 milljarða, en þeir seldu á genginu 107 og þegar það var selt á genginu, þegar Bjarni Ben seldi á genginu 118, þá var náttúrulega allt vitlaust í samfélaginu og það var talað að hann veri að gefa útvöldumönnum, en hvað það að þessi ríkisstjórn selur á 107 þegar gengið var 112, en nota bene og taki menn eftir því að nú gengið komið upp í 140 úr 100, bankin var seldur á 107, það að segja hlutur ríkisins, og núna 140 nokkrum mánuðum síðar. Ég tel þetta sé alveg ótrúlegu skellur fyrir ríkið að hafa selt bankan þetta í vor. Það að rætar sem við erum að tala það var gott fyrir bankakerfi í heilsinni og að það sé að minnka hlut ríkisins þar, en ég held að hluthafar í skattgreiðendur segir sem svo, heyrðu, var þetta ekki selt og lágt. En hvað það? Það eitthvað sem hefur gerst þarna, þannig að það fer úr 112 þegar bankin var seldur, núna upp í 140. Þarna eru samningaviðræður náttúrulega við Skagan sem Vís og hvað Fossar það ekki sem hafa þarna og fleiri. Svona smáfélög. Ég get ekki alveg séð að sú sameining eigi að skili þessum mikla gróða, en nota bene, það bara þannig að þeir sem að eiga hlutabréf í Íslandsbanka geta fagnað núna verulega. Já, það reyndar, mér minnir við honum vera vitni. Það 30% í 140 versus 107, það 30%. Já, sem gott, Jón, það gott að hluthafar... Já, nei, þar græða litlu hluthafar. Þegar þú þarft að innleysa náttúrulega þennan hagnað. Margir litlu hluthafar. Það selja til þess að innleysa þetta. Já, það þarf að selja til að innleysa. Og kannski að það að því var sleppt út á markaðin hafi gert sett meiri kraft og áhuga á því að fari frá ríkinu, og það vitað, það eru háverðmöt á bankanum í gangi, það vitað að það eru sjóðir inn í bankanum sem hann gæti hugsanlega greitt út til hluthafa, án að veri væntingar það. Það tala 38 milljarða í því sambandi. Það veri væntingar það. Umfram veiðifé. Já. Ef réttar aðstæður skapast, og þá gæti það kannski komið til útgreiðslu. Ég veit að það eru margir hluthafa sem að horfa til þess.